Góðan daginn öllsumun og hjartanlega velkomin á þetta málþing sem það fyrsta í fyrirlestraröð Reykjavíkur Akademíunar. En þessu munum við halda áfram næstu misserin að taka fyrir málefni sem að brenna á okkur á líðandi stundu. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð það, heldur ætla ég að bjóða hana Drífu Hjartardóttur hjartanlega velkomna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég þakka þann heiður sem mér sýndur að fá að stýra þessum fundi hér í dag. Og dagskráin hún þannig að Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis mun nú setja þetta málþing og síðan kemur að lagagerðinni, Alþingi og lagagerð, það Dr. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Síðan það fræðileg og almenn yfirlit störf Alþingis og það Dr. Haukur Arþórsson, sjálfstætt starfandi fræðimaður við RA. Og síðan það starfshættir Alþingis frá sjónarhóli nýs þingmanns og þar hún Halla Hrund Logadóttir alþingismaður. Og síðan verða fyrirspurnir og umræður og framsögumenn sitja fyrir svörum. Ég með tímaspjöld og þetta 3 mínútur, þetta 1 mínúta. Og ég mjög ströng í því að fólk tali ekki lengur en það má, en bara til að segja ykkur það þá erindin tekin upp, en umræðunar verða ekki teknar upp. Og ég bið bara fólk að þegar þið takið til máls að kynna ykkur og hverju þið eruð, en þá bara bið ég forseta Alþingis velkomna í ræðustól. Takk fundastýra og þakka Reykjavíkur Akademíunni fyrir efna til þessa málþings mjög mikilvægt efni sem að ég hef nú kannski orðið vör við síðan ég var kosin forseti Alþingis fyrir á þessu ári að fólk hefur mismikinn áhuga á en það hafa allir áhuga á einhverju sem að gerist inn á Alþingi og eftir sumarið kunna flestir að nefna þar eina grein í þingskapalögunum, 71. greinina og það gott af því að það tilefni til að fræða. Það tilefni til að fræða og það tilefni til að upplýsa, tilefni til að taka samtalið bæði inni á Alþingi en líka úti í samfélaginu það hvað eiginlega gerist inn á löggjafarsamkomunni. Ég satt í hópnum sem að í nefndinni og leiddi nefndina sem að lagði til breytingar á þingsköpum sem að tóku gildi 2012 og eru svona síðustu stóru breytingarna sem voru gerðar. Það hafa reyndar verið, það svona stundum verið að laga svona hér og þar, sníða vankanta eða bæta í. En þá gerðum við grundvallar breytingu á starfsemi þingsins með því að fækka þingnefndum, fastanefndum þingsins og reyna að koma því þannig fyrir að hver þingmaður geti starfað í einni þingnefnd. Og ég þreytist ekki að segja það við alla sem vilja heyra að hið raunverulega löggjafarstarf fer fram í samtali þingmanna á lokuðum nefndafundum. Þar farið yfir málin, þar farið yfir umsagnir, þar rætt við gesti og það ekki ástæðulausu sem að þingmenn get ekki vitna beint í orð sem sögð eru á nefndafundum. Ekki af því að allt sé leyndó, heldur vegna þess að samtalið þarf að vera eðlilegt og þarf að fara þannig fram að fólk geti hugleitt ólíkar hliðar mála og síðan komist að niðurstöðu sem oftar en ekki sameiginleg. En það þetta eins og alltaf og þið vitið það öll málin sem að mest eru umdeild, sem að vekja mesta athygli og taka lengstan tíma. Þingskapalögin eru ramminn okkar starf og þær starfsreglur sem að þingmenn hafa sett sér. Ákvæði sem að var beitt í sumar hefur verið í lögum mjög lengi og því hefur verið beitt nokkrum sinnum, ekki oft, en það má kannski orða sem svo að sá möguleiki hafi alltaf verið opinn að beita 71. grein en henni var reyndar beitt í sumar af mjög vel íhuguðu máli og að undangenginni lengstu umræðu í sögu þingsins. Mig dreymir að Alþingi starfi meira eins og í nágrannalöndunum þar sem að auðvitað eru þingskapalög og það eru reglur en það þarf ekki alltaf vera að beita þeim og það þarf heldur ekki að það bara samtal og samvinna sem á sér stað
eins og inn á danska þinginu og því norska, það sem ég þekki kannski best til, sem að þannig að það ákveðin jafningja þrýstingur á samstöðu og að ná niðurstöðu. Þetta hefur auðvitað ekki alltaf verið þannig á Alþingi, það það oft en ekki nógu oft og ég held að stóra verkefni fyrir okkur núna sé að nýta þetta tækifæri og mér finnst við byrja haustið vel, nýta þetta tækifæri til þess að velta því fyrir okkur í fullri alvöru. Hvernig viljum við hafa þetta? Hvernig viljum við að ásýnd Alþingis sé? Hún kjósendum bjóðandi? Og þarf ekki alltaf í öllu sem við gerum að huga að virðingu þingsins og bara faglegum vinnubrögðum af því að þetta snýst á endanum það. Auðvitað eru kjörnir fulltrúar með alls konar bakgrunn, menntun, reynslu en á endanum þurfum við öll að tileinka okkur þau faglegu vinnubrögð sem að tíðkast inni á þingi og eins og þið vitið þegar það eru mikil umskipt á þingi. Það komu 33 nýjir þingmennin 30. nóvember í síðustu 15 ára minnstakosti hafa orðið miklar, það hefur verið mikil starfsmannavelta, heitir það ekki einhvers staðar og það getur verið gott en ég finn það af því ég tók mér hlé og kom aftur að stofnana minn þverrandi og það getur verið gott að halda ekki og fast í gamlar hefðir og venjur en stundum þarf að gera það af því það ástæða fyrir þeim. Það ástæða fyrir þeim og þær eru hluti af hinu gangverki lýðræðisins. En leið finnst mér við verða að vera þingmenn og þau sem að hafa áhuga á störfunum á Alþingi eða eru stunda fræðastarf á þessu sviði alltaf að skoða það bara mjög gagnrýnt af hverju erum við að gera þetta svona. Og þá get ég bara nefnt eitt lítið dæmi og það ræðutíminn, það sem að á endanum alltaf allt snýst á Íslandi, hversu lengi einhver talar, ekki hvað hann segir, ekki hvort hann undirbjó sig vel, ekki hvort að viðkomandi hafði eitthvað nýtt fram að færa í umræðunni. Og ég veit þetta hljómar harkalega en mér finnst við alltaf oft vera þarna. Og líka út í samfélaginu, það miklu meiri spurn eftir því að það sé einhver tegund af átökum sem að býr til gott soundbite í fréttunum. En ég hef verið að ræða þessi mál við kollega mína. Ég hef fengið tækifæri til að hitta þingforseta á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum og ég var í Tallinn daginn. Þar fengum við að skoða þingsalinn og þar sem sagt forseti og 2 varaforsetar. Þau eru það bil 200, ég held að það tæplega 200 þingmennirnir þar. Og þar ræðutíminn 5 mínútur í öllum málum, 8 ef mikið liggur við. Og Íslendingum finnst þetta náttúrulega absúrt og næstum því bara brot á tjáningarfrelsi, en það ekki. Það ekki. Og það ekki þannig að þegar að ræðutími takmarkaður að það sé verið að brjóta þannig á þingmönnum að þið get ekki komið skoðunum sínum á framfæri. Hitt svo annað mál, hvernig þeim reglum sem við höfum sett okkur beitt í þingstörfunum. Og þar náttúrulega hefur það verið verkfæri stjórnarandstöðu að beita málþófi. Það hefur svolítið breyst í gegnum árin, við komum í veg fyrir lönguræðurnar en byggum þá til 5 mínútna eilíðarvélina sem að nota bene var nokkuð lengi lögum áður en að einhverjum datt í huga notana. En þetta eitthvað sem að þarf bara að ræða, það þarf að ræða það opinskátt og það þarf að ræða það af skilningi á því hvert hlutverk meiri hlutans, hvert hlutverk minni hlutans og hvernig komum við okkur saman eða hvernig náum við niðurstöðu breytingar á lagasafninu, lögum og reglum og þingsályktunartillögur sem að eru velunnar, geta verið pólitískt umdeildar, velunnar og skila því sem að meiri hluti þingmanna styður. Það snýst þetta verkefni. Takk. Forseti Alþingis var vel innan tíma. Og þá tekur til máls Dr. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að tala hérna.
Ég fekk nú reyndar það tilboð með tiltölulega stuttum fyrirvara, en þar sem að mér finnst þó gaman að tala, þá gæti ég ekki hafnað tilboðinu. Þannig að ég ákvað að taka því. En í staðinn fekk ég svolítið frítt spil það hvað ég ætla að tala eitthvað sem tengir starfsháttum Alþingis, og ég vil taka það strax fram að ég treysti mér ekki til þess að fara út í þá sálma sem ég veit að minnst kosti reyndir þingmenn þekkja miklu betur heldur en ég. Þannig að ég ætla ekki að fara að misbjóða þingmennum með því að þykjast vita meira ákveðna hluti heldur en þeir gera út frá sinni eigin reynslu af því að starfa í þinginu. Það er auðvitað engin leið. En ég komst þær í niðurstöðu að ég gæti kannski haft eitthvað svona mögulega eitthvað frumlegt að segja, og það eru 2 atriði. Í fyrsta lagi málþófið sem var nefnt hérna og Þórunn nefndi, og síðan þetta sem að mér fannst áhugavert að því sem gerðist síðasta vor, það var dómur Hæstaréttar hérna búvörulögin. Það var mjög áhugavert vegna þess að það er dómur og það er svona álitamál sem að getur kennt okkur talsvert mikið samspil löggjafarvalds og dómsvalds. Það er mjög áhugaverð umræða, en ég ætla að láta hana mæta afgangi. Ég ætla heldur að taka þetta út frá því sem ég kalla réttur þingmanna til tjáningar. Og það er málþófið sem að gaf mér tilefni til þess að í vor og í sumar og fram á sumar gaf mér tilefni til að tengja það við tjáningafrelsi og eða málfrelsi þingmanna, og Þórunn kom að því áðan að hún aftók með öllu að það væri hægt að túlka þetta sem einhverja takmörkun á tjáningafrelsi, eins og sumir gerðu það leyti sem að þessir atburðir voru að gerast. Það er nákvæmlega akkurat þetta sem ég var að hugsa að gæti verið rétt fyrir mig að fjalla aðeins að því að þá er ég meira á mínu svona heimasvæði að tala mannréttindi og tjáningafrelsi og svo framvegis, frekar en að hætta mér út í það að halda því fram að ég viti meira starfshætti Alþingis svona frá degi til dags heldur en að ég raunverulega geri. Ég þekki það líka það var nú meiri eftir manni í gamla daga að koma á þingfundi sem sérfræðingur hinn á þessi málefni, og auðvitað skildi ég þá strax að hið raunverulega löggjafarstarf fer mikið fram þar á bakvið luktardyr, ef maður getur sagt sem svo. Þannig að ég skil þetta mæta vel, og stundum kannski líður maður svolítið þannig ef maður kveikir á útsendingunni á vef Alþingis að það sé kannski einhvers konar leikrit þar í gangi. Ég skal ekki segja, ég þori ekki að ganga svo langt, en ég ætla þá að tala málþóf og málfrelsi þingmanna, og þá vek ég athygli á því að ég nota orðið málfrelsi, ekki tjáningafrelsi. Þetta er nefnilega ekki endilega sami hluturinn, þó við eigum það til að tala með þeim hætti að þetta sé bara sama orðið yfir tvö orð yfir sama fyrirbærið. Ég ætla að halda því fram að það sé heppilegra að gera greinamun á málfrelsi og tjáningafrelsi, vegna þess að það er hægt að tjá sig með margvíslegum öðrum hætti heldur en með því að blaðra bara og tala, eða eftir að í skrifuðu máli. Þannig er tjáningafrelsi skilið, eða það hugtækið í þessum fræðum mannréttindi, þar sem ég kannski meira með á nótunum, að það er hægt að tjá sig og tjá hugmyndir sínar og tilfinningar og svo framvegis á svo marga vegu. Þá er ég að tala til dæmis listræna tjáningu. Þannig að það er ekki bara með því að nota tungumálið, þar að segja tala mál eða skrifa mál, sem að maður tjáir sig. Málfrelsi í þessum skilningi, tjáningafrelsi varðar inntak tjáningarinnar, þar sem maður getur tjáð sig ólíka hluti og sagt sína skoðun og gagnrýnt og jafnvel verið illa við einhvern og reynda móðgan og svo framvegis. Það er alltaf álitamál hvar maður dregur þessi mörk, vissulega, eins og allir vita. En þegar ég tala málfrelsi, þá snýst það meira hvort maður hefur rétt til þess að tala hvenær sem er, hvar sem er og eins lengi og manni þóknast í það og það skiptið. Það er hið fullkomla málfrelsi að fá einn að blaðra út í eitt ótruflaður. Það er þannig ef við erum með svona halda fundi í félögum, til dæmis, þá er til eitthvað sem heitir fundasköp. Og ég vek athygli á þessi grein í þingskapalögunum sem var beitt hér í sumar. Hún er í kafla lagana sem heitir fundasköp.
Það er bara ósköp einfallega þannig. Þetta er bara hluti af fundasköpum Alþingis að þingmenn get ekki komið 100 sinnum í pontu og fara með sömu rulluna með einhverju svona smá svona breytt orðalagi. Og sko, þannig að sko þegar ég vil meina það sko að þessi regla setji hömlur á málfrelsi, ekki tjáningafrelsi. Það er bara annar hlutur. Þannig að og það var auðvitað, og ég held að allir fallist á það, líka þeir sem að töldu sig þarna að væri illa að fara með þá, með því að forseti Alþingis tók sér til og lagði til að þessi umræða yrði stöðuð, að þeir séu alveg búin að átta sig á því núna. Mér finnst nú svona tónninn kannski að það sem ég heyri bara svona sem almennu borgari og fylgist mér í fjölmiðlum að menn séu núna svona kannski ekki mikið að kvart yfir því að tjáningafrelsi þeirra hafi verið raunverulega sko takmarkað með þessari aðgerð. En aftur, það er kannski annað upp á teningin inn í þingi, þar menn kannski ennþá að sleikja sárin. Sko, þannig að sko, og áðurna lengra er haldið, og í ljósi það sem ég sagði, þá þetta ákvæði stundum nefnt kjarnorku ákvæðið. Og ég vil bara játa það að þegar ég heyri þetta þá fyllist ég að kjánarolli. Mér finnst þetta svo út úr kú að þetta sé einhvers konar kjarnorku ákvæði, vegna þess að í mínum huga er þetta bara þingskapa regla. Þetta er bara regla sem að gildir í öllum félögum, í öllum löndum, allstaðar, meiri segja í Íþróttafélaginu Garpi sem að starfar í Landholt á Ásreppi. Það eru öll félög með svona, það getur enginn mætt á fund í neinu félagi nokkur staðar og talað eins og honum sýnist. Og það heldur ekki að vera á Alþingi, af því það er svo augljóst að það tefur mjög mikið fyrir. Hitt er svona mál sem ég myndi vilja kannski aðeins koma inn á að það er þá tjáningafrelsi þingmanna. Og það er enginn sem neitar því að tjáningafrelsi þingmanna er lykilatriði í lýðræðislegu þjóðfélagi. Ekki bara fyrir þingmenn, heldur bara fyrir alla. Og helstu ákvæðin vernd tjáningafrelsis er að finna í stjórnarskránni, ekki í þingskapalögum. Þau fjalla ekki tjáningafrelsi, eins og ég skilji það. Það er sjálfgefið að þingmenn eru kjörnir á þing til þess að tala þar fyrir ákveðum málstað, ákveðni pólitík og svo framvegis. Ákvæði 73. grein stjórnarskrána tryggir öllum tjáningafrelsi, líka þingmönnum. Og það segir, allir eru frjálsir skoðana sinna og samfæringar. Þetta á augljóslega við þingmenn rétt eins og alla borgara. Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en ábyggjast verður hann þær fyrir dómi. Hér er nefnilega gott að hafa í huga, en ábyggjast verður hann þær fyrir dómi. Hér er sko, þegar maður gengur á langt í tjáningu sinni, það getur falist í því ærumeiðing, það getur falist í því hatursorðræða eða eftir atvikum sko, já, þetta vísar til þess að þingmenn hafi sko ríkari tjáninga, það má segja hér sko að þingmenn séu að vissu leyti undanþegnir þessu að þurfa að ábyrgjast þær fyrir dómi, að það gilda sérstaka reglur og þá er það í, skal ég segja ykkur, það eru 2 aðrar greinar stjórnarskrárinnar sem fjalla starfshætti Alþingis sem að koma inn á þetta og að sínu leyti líka vernda tjáningafrelsi þingmanna sérstaklega, og það er 48. grein og 49. grein. Og þær vitna að sínu leyti það að þingmenn þurfi ekki að sæta ábyrgð vegna orða sinna og tjáningar í þinginu fyrir dómi með sama hætti og aðrir. Í 48. grein stjórnarskrán segir að alþingismenn séu eingöngu bundin við samfæringu sína og eigi við neinar reglur frá kjósendum sínum. Með þessu ákvæði stjórnarskránar er þingmanni tryggt sjálfstæði í starfi. Hann nýtur meðal annars tjáningafrelsis á grundvelli þess ákvæðis en líka 49. greinar, það er að segja annarra málsgreinar. Og hann er ekki bundinn af væntingum kjósendum sinna eitt eða neitt. Það er þá hans val að standa við það sem hann hefur lofað þeim. Og hann er ekki bundinn við til að mynda ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur þegar kemur að því að þurfa að setja löggjöf.
En það verður að meta þetta og sko þetta sko að það er að segja takmörk á tjáningafrelsi þingmanna, þeir setja flest af þeim sjálfur vegna þess að þeir þurfa að gæta orða sinna svona hver í sínum flokki getur við sagt til þess að steikja nú ekki formannin. Svo það er kannski helsta takmörkun á tjáningafrelsi þingmanna. Það eru þau mörk sem þeir setja sjálfum sér vegna flokksaga eða eitthvað slíks. Þannig að það má vel hafa það í huga. Margir þingmenn nýta sér ekki þetta tjáningafrelsi að öllu leyti, kannski vegna einhverja slíkra sjónarmiða. En nú er ég kannski að hætta mér inn á eitthvað sem ég þekki ekki. En annar þáttur í tjáningafrelsi þingmanna er í 49. grein, annar málsgrein, þar sem segir að engin alþingismaður verði krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það sem hann hefur sagt í þinginu nema alþingi leyfi. Þetta er gamalt ákvæði en það er býsna mikilvægt vegna þess að það á að gefa þingmönnum tækifæri til þess að tjá sig á þann hátt, auðvitað kurteislega og ekki með einhverjum fúkyrðum og einhverjum leiðendum. Hann á að geta tjáð sérhverja þá skoðun sem að hann kýs og hann á ekki að þurfa að svara fyrir það annars staðar. Nema þá kannski fyrir formanninum aftur, mögulega. En þetta er gömul regla og hún er upphaflega sett þegar við höfðum ennþá konung og kemur frá Danmörku og þetta var svona hluti af þróun þessa, hvað ég var að segja, þingræðis fyrirkomulags og lýðræðis fyrirkomulags sem var að þróast á 19. öldinni og kannski einhverju leyti á þeirri 18. Þar sem að þátt að tryggja þingmönnum sjálfstæði gagnvart konungsvaldi sem að það var nú kannski orðið takmarkað og eftir atvikum heyrð konungs. En þetta ánáttúrulega kannski síður við núna en þó má kannski einhvað síður held ég að það megi segja að þetta hafi þýðingu það er það kemur þá aftur bara að formanninum að hann kannski áskilur sér alltaf rétt til þess að skamma þingmannina ef hann fer út fyrir heimildir sínar, en þá er ég að koma að þingsköpunum og þetta er svona breiðu línurnar og í stuttu máli, ef ég hef tíma hér á eftir þá get ég farið og sagt ykkur frá dómi Mannréttindadómstóls Evrópu sem að staðfesta það að tjáningafrelsi stjórnmálamanna er mjög vel verndað. Það er skyldur ríkja að gera það. Ég fór í gegnum þessa dóma og það er bara, ég sé bara í fljótu bragði einn dóm þar sem að sakfelling gagnvart þingmanni fyrir ummæli í þinginu er látin standa. Að öðru leyti fríar mannréttindadóms til þingmenn fyrir jafnvel tjáningu sem að kannski mögulega gæti orka tvímælis. En það var tjáning sem fól í sér svona stuðning við einhverjar svona alræðis hugmyndir og fasískar hugmyndir og svo framvegis. Og það var látið sæta ábyrgð í þinginu fyrir það og Mannréttindadómstóllinn taldi það vera viðunandi. En þar er margoft tekið fram að það þurfi mikið að koma til og svo framvegis og almennt séð þá er þessi vernd mjög mikil og er áhugavert að ræða einstaka dóma. Ég er ekki viss að það verði tími til þess. En ég ætla aðeins að tala samt þingsköpun og eins og ég sagði áðan þá vil ég meina að þingsköpun fjalla ekki tjáningafrelsi. Það er fjallað það annars staðar í lögum og þá sérstaklega í stjórnarskránni. Þingsköpun miða einmitt að því að setja hlutunum skorður til þess að tryggja skynsamlega umræðu. Þannig að það er að mínum mati alveg fráleitt að halda því fram að reglan eins og til dæmis í 71. grein sé einhvers konar skerðing á tjáningafrelsi og ef við skoðum bara greinarnar í þingskapalögunum sem að þar eru næst, þessi regla er í fyrsta lagi í kafla eins og við gátum aðan sem heitir fundarsköp. Þetta er hluti af fundasköpum. Þetta er ekki einhver hástemmd mannréttindaregla og einhver réttlæting fyrir því að takmarka tjáningafrelsi. Reglurnar hérna í kring, 65., 67, þær eru allar svona. Þingmaður verður að biðja leyfi til að fá að klara. Er það málfrelsi? Það þarf að biðja forseta leyfi til þess að fá að taka til máls. Auðvitað er það takmörkun á málfrelsi að maður vill halda því fram.
en hún er fullkomlega réttlætanlegt svo að sé ekki allir gasbrandi á sama tíma og það verður að gera hlutin í einhverju röð, þannig að hver og einn fái þá næði til að halda sína ræðu og menn getur þá hlustað á hann. Beina orðum sínum að forseta, ekki af öðrum þingmönnum. Það má ekki lesa prenta mál nema með leyfi forseta. Alls konar svona reglur. Og þær hafa bara, og svo kemur þarna, síðan er í 67, þá hefur við farið að tala ræðu tíma, þar að segja hversu langar einstakar ræður með að vera og vísa til 100. greinar það, þar sem þetta er sett allt svona, sett niður í svona töflur, hvað má tala lengi og hver má tala lengur en hinn og svo framvegis og allt það. Flutningsmaður fær náttúrulega mestan tíma og aðrir minni og svo framvegis. Og svo í ansvörum þá eru settir tímar. Þannig að það eru takmörk á því hver og einn þingmaður getur tala lengi í einu. En það eru einhverjar glöfur í þessum lögum sem gera það verkum en geta komið aftur og jafnvel 100 sinnum. Og annars að það teljist vera brot á þingskapalögum. Þannig að í stuttumáli það sem ég er að segja að þetta eru bara venjuleg fundarsköp og eins og við gátum áðan þá gildir þetta í öllum félögum. Ekkert endilega skrifuregla en alveg klárlega óskráð. Það er enginn sem felst á það að það sé hægt að vera félagi í einhverju félagi og tala allan tíman og koma margoft í pontu og svo framvegis þannig að menn komast ekki heim til sín til þess að hvíla sig. Að þeir get ekki slitið í fundunum. Það er ég held maður verða að horfa á þetta svona. Þetta er ekki einhver hástemmd mannréttindaregla. Og þetta er alls ekki kjarnorkuákvæði. Það er bara asnalegt að tala það. Það er hallærislegt, finnst mér. Ég fæ kjánarhöld þegar ég heyri þetta. Það er bara þannig. En já, þannig að ég held, er ég að verða búið með tíman eða hvað? Þú átt alveg eftir 7 mínútur? Já, hvað er þetta? Heyrðu, siðareglur Alþingis líka. Alþingi líka hefur það er búin að tala stjórnarskrána og það er þingsköpin og það er svo siðareglunar. Og það markmið þeirra er að tryggja heiðarleika og ábyrgð í daglegum störfum þingmanna. Þeir komið fram af heiðarleika og ábyrgð og virðingu og háttvísi. Það að krefjast háttvísi af einhverjum er það skerðing og tjáningafrelsi hans. Auðvitað er það ekki. Þannig að þetta er í raun og veru sjálfsagðar reglur sem að allir fallast á og hafa ekkert með tjáningun að gera. Þegar menn tjá sig þá skuli þeir gæta orða þeirra sem þeir nota svo að þeir grafi ekki undan virðingu Alþingis eða brjóti gegn siðareglunum og það er hagsmunaskráningin sem er þá annað mál. Nú, eins og ég gat áðan þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu kveðið upp marga dóma og ég er með ýmsa af þessum dómi í svona stutta reifun. Ég held ég hafi ekki tíma til þess að fara í gegnum það, en það er algjörlega ljóst að tjáningafrelsi stjórnmálamanna er mjög í hávegum haft. Ekki frelsi þeirra til þess að fara í pontu hvenær sem þeim hentar, röfla út í eitt og koma 100 sinnum að tala sama málið. Það er örugglega ekki verndað í mannréttindasáttmála Evrópu. En það snýst það að það sé hægt að klára fundi og taka ákvarðanir í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þannig að ég ætla ekki að fara í þetta. Það sem ég ætlaði svo kannski að segja að lokum þetta og svo er ég til að bara spjalla við ykkur frekar heldur en að standa hér alltaf lengi og blara. En það er að það er þetta. Ég skrifaði pistil daginn á eyjuna. Já, nei, það var nú kannski annars. Það er Blokkháskólans Akureyri. Það er sem heitir Best í heimi. Og þar var ég að leiða rök að því að Íslendingar séu heimsmethafar í málþófi. Hvorki meira en minna. Og ég gerði athugun á netinu, þetta er kannski ekki mjög vísindalegt, en það eru 4 lengstu málþóf í heimi. 3 af þeim eru á Alþingi Íslendinga. Og það er það var Icesave málþófið, það var bókun 35 málþófið, og þetta núna sem var svo klippt á núna síðastliðið sumar. Og ég velti því fyrir mér hvort að þetta sé eitthvað til þess að vera að monta sig af.
ég meina við erum óhað mikið fyrir að það sé sagt við okkur að við séum best í heimi í hinn og þessu, en örugglega ekki málþófi. Þannig að þetta er raunverulega til skammar og þetta er allt og allt algengt á Alþingi Íslendinga og ég sé það í stjórnskipunarréttinum eftir hana Björgu Thorarensen að hún talar að svona málþófstendensar séu ykkur skonar, já það sé ykkur svona herri þolmörk eða ykkur skonar hefð komin á það á Íslandi og ég veit ekki alveg, það kann að vera rétt að við höfum meiri þolinmæði gagnvart þessu heldur en önnur ríki en ég er ekki viss að þetta sé eitthvað til þess að státa sig af. En að lokum ætla ég kannski bara að nota síðustu mínúturnar til þess að víkja að hinu efninu sem ég var að gæla við að tala svolítið og það er þarna með búvörulögin og þetta með að upphaflega frumvarpið hafi breyst svo mikið að þessi texti sem varða lögum hafi raunverulega ekki fengið 3 umræður. Það er vandamálið og ætti þá eins og héraðsdómarinn dæmdi að þau höfðu ekki verið réttilega sett lögin. En það er annað sem að hangir á spýtinu þarna og allir þekkja það nú að þetta mál frá beint til Hæstaréttar sem að sneri þessu við og vísaði til þess að þingi sjálft hefði mikið svigrúm í þessu og þetta er mjög áhugaverð þetta er mjög áhugavert álitaefni sem þarna í gangi því það varðar samspil löggjafarvalds og dómsvalds og það sem að Hæstiréttur að gera í þessu máli ég get alveg fallist á það eins og Haukur og ýmsir fleiri hafa sagt að frumvarpið breyttist svo mikið að það fekk í raun og veru eða lögin takk fyrir það fekk í raun og veru ekki 3 umræður eins og það á að gera en það sem að dómstólar gera þarna er það að þeir veigra sér hjá því að endurmeta þetta mat þingsins og ekki gleyma því að ástæðan fyrir því er meðal annars að hver er æðsta valdastofnun íslensk samfélags. Það er Alþingi. Af því Alþingi fer með löggjafarvaldið. Og svo ef við lesum stjórnarskrána hlutverk dómstólsins, þá segir þar að dómstólar dæma eingöngu eftir lögunum. Í þessu felst það að meðal annars að löggjafarvaldið stendur efst og þingmönnunum sjálfum er treyst fyrir því að gera þetta rétt og framfylgja framfylgja stjórnarskránni í þessu tilviki og eigin þingsköpum. Og það sé ekki hlutverk dómstóla að hlutast til það. Þetta er kannski aðal hugsunin í því, en það getur ekki breytt því að þarna var, Hæstiréttur segir, það er áhugavert, að Hæstiréttur segir að þetta svigrúm þings sem mikið en ekki ótakmarkað. Og þannig að það er svona smá áskilnaður Hæstaréttar að þið gangið ekki mikið lengra en þetta, þá verður þetta stoppað. Þetta er svona samræða þings og dómstóla. Ég held að Hæstiréttur hafi gert rétt í því að nálgast með þessum hætti. Það er Alþingi sjálft sem er þá ábyrgt fyrir þessu í raun og veru. Og vegna þess að þarna eru lýðræðislega kjörnir fulltrúar og æðsta stofnun þjóðarinnar, þá verðum við að una ákvörðun Alþingis þessi atriði, nema eitthvað þeimun ennþá verra gerist einhvern tímann í framtíðinni. Ég passaði akkurat hjá mér, ekki? Þannig að þakka ykkur fyrir, ég vonandi sagði eitthvað sem að vakti einhvern áhuga hjá ykkur og ég er tilbúin til þess að taka þátt í umræðum hér á eftir og svara þá frekari spurningum ef ykkar verða. Takk ykkur fyrir. Þá tekur til máls Haukur Arnþórsson sem er sjálfstætt starfandi fræðimaður. Gjörðu svo vel, Haukur.
Góður áheyrendur, ég er sjálfstætt starfandi fræðimaður við Reykjavíkurakademíuna eins og hér kom fram, með doktorsgráðu í stjórnmálafræði og hefur rannsakað Alþingi 15 ár. Ég hef skrifað, ég hef skrifað 2 fræðibækur, ritrýndafræðigreinar, blaðagreinar og tekið þátt í opinberum umræðum málið. Árið 2014 vann ég ítarlega rannsókn fyrir skrifstofu Alþingis sem byggði á gögnum frá 1991. Nú þyrfti að endurtaka þá rannsókn til að skoða þróun síðustu 10 ára. Ég ætla síðan fyrst að tala hreyfanleika í stjórnmálum. Það er mikilvægt að ríkisstjórnarskipti verði reglulega. Það er kallað hreyfanleiki í stjórnmálunum. Minni hluti á þingi á að verða meiri hluti ef ríkisstjórn missi traust, jafnvel bara ef hún þarf að taka margar óvinsælar ákvarðanir, þá vinnur minni hluti næstu kosningar og kemst í meiri hluta aðstöðu. Hreyfanleiki í stjórnmálunum er mikilvægt til að hindra spillingu, því vald til langframa spillir. Þannig á nýtt vald að koma og gamalt að fara og þannig koll að kolli og nákvæmlega þetta gerðist hér á landi fyrr á árinu. Ríkisstjórn eru flestir vegir færir hjá framkvæmdavaldinu en á Alþingi eru meiri torfærur. Þar verður ríkisstjórnin og meiri hluti hennar annars vegar að deila tímanum milli umræðina í málstofunni þar sem sjónarmið eru kynnt og hins vegar í nefndum þar sem nánari skoðun fer fram meðal annars á breytingatillögum. Og auðlindin sem gefur þinginu möguleika á starfsemi er tíminn. Auðlindin sem gengið er að og skapar endurnýjað þjóðfélag er tíminn og hann er takmarkaður. Ætli ríkisstjórn og meiri hluti að endurnýja þjóðfélagið þarf hún að ráða yfir tíma þingsins. Nú skulum við ræða tíma þingsins. Það er að ræða 400 til 500 klukkustundir í málstofun á hverju þingi sem er svona það bil eðlilegur þingfundartími á ári og miðast á líka með nágrannaþingin. Og til að þróa nútíma þjóðfélag þarf að setja á þeim tíma 100 til 250 lög og núverandi ríkisstjórn mun vera búin að boða 160 frumvörp. Fráfarandi ríkisstjórn sem sat í 7 ár var sérlega aðgerðalítil, kom oftast 100 lögum í gegnum þingið á ári og meðaltími per frumvarp sem varð á lögum losað á hennar tíma 3 klukkustundir. Núverandi ríkisstjórn ætlar að taka til hendinni svipað á danska ríkisstjórnir sem eru mikið virkar í þjóðfélagsþróuninni en hér hefur sést. Í Danmörku eru ofta samþykkt árlega 200 lög og við megum búast við að baráttan tíma þingsins harðni eftir því sem við fáum virkari ríkisstjórnir. En hvort þarf 100 eða 250 lög til að þróa nútíma þjóðfélag? Hætt er við að Alþingi bíði að setja fleiri lög á komandi árum en áður hefur verið gert. Ekki síst vegna hinnar hraðfleygu framþróunar sem á sér stað á öllum sviðum. Við stöndum frammi fyrir lagaverðbólgu, svo er notið fræðileg hugtakið fyrir fjölgun laga, aukið umfang lagabálka og aukið flækjustig þeirra í síflóknari heimi. Lagaverðbólga einkennir okkar tíma. Hlutfall umræðina frumvörp er komið niður undir 50% af tíma þingsins í málstofunni, aðra málstegundir hafa tekið við. Umræða frumvörp var áður nær 70% af tíma hennar, þannig að hvert frumvarp gæti á komandi vetri fengið innan við 2 klukkustunda umræður. Svo knappan tíma hefur engin ríkisstjórn haft áður fyrir sín mál. Svo við þurfum að tala afköst og gæði lagasetningar í sömu andrá, saman kallast þau hugtök skilvirkni. Og við erum bara með 63 þingmenn, raunar færri til hluti þeirra eru ráðherrar, meðan nágrannaþingin eru með alltaf 300 þingmenn. Að Alþingi afkasti, eins og nágrannaþingin, er því mikil áskorun. Þá skulum við tala stjórn á dagskrá mála.
Árið 1995 fjallaði Herbert Döring í bókinni Parliaments and Majority Rules in Western Europe, þá er hann prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann í Potsdam, tíma þjóðþinga sem takmarkaða auðlind. Hann nefndi að þingin þurfi á starfstíma sínum og innan sína starfsáætlunar að fjalla fjölda mála samkvæmt ólíkum málsmeðferðarreglum og telur að umræður og nefndastörf þurfi sérstakt aðhald. Hann notar hugtakið dagskrárvald sem felur í sér hjá honum í fyrsta lagi stjórn á dagskrá þingfunda, í öðru lagi stjórn á dagskrá þingnefnda og í þriðja lagi spurningun hver getur takmarkaðar umræður áður en til loka afgreiðslu kemur. Döring vitnar í Laver og Skepse sem segja 1994 í grein ráðherra og þingræðisstjórnir að valdi við tíma þingfunda sé leið til þess að ákveða hvað verður að lokum að lögum. Dagskrárvaldi í málstofunni samkvæmt því lykilatriði fyrir lagasetningu. Því má meðal annars beita til þess að veita málum ríkisstjórnar forgang eins og sums staðar gert eða hindra að mál fái framgang yfirleitt, til dæmis mál minnihluta eða þingmannamál. Ríkisstjórnin geta haft afgerandi vald á dagskrármálum í skjóli meirihluta í þinginu og þingræðisreglu og kemur fram hjá Döring að ríkisstjórnir í Evrópu hafa stundum dagskrárvald langt umfram það sem þingmeirihluti þeirra gefur tilmynd til, en í öðrum tilvikum gengið langt í hina áttina, þá þurfa þær að bera dagskrártillögur undir atkvæði og jafnvel leita samhljóða niðurstöðu allra þingmanna. Döring flokkar hver fer með dagskrárvald mála í þinginu á kvarða sem nær frá að ríkisstjórnin gera það ein og sér, sem valkostur 1, og á hinum endan með valkostur 7 sem að þingmenn á þingfundi ákveði dagskrá. Það einvörðungu gert í Hollandi. Ríkisstjórnir annarra Norðurlanda en Íslands eru með tiltölulega sterka stjórn á forgangsröðun þingmála falla í valkost 5. Hann samkvæmt skilgreiningu. Ákvörðunar aðili forseti þingsins í samráði við þingflokka. Ákvörðunum verður ekki haggað af þingdeildinni. Nei. Ok. Enda þótt Alþingi sé formlega í 5. flokki eins og hinn Norðurlandaþingin, þá það reynd með mikið meira frelsi en nokkurt annað þing í Vestur-Evrópu. Það skýrist af valdi þingmanna til þess að koma málum á dagskrá án þess að þau séu á dagskrá forseta Alþingis. Þeir geta svo sannarlega haggað dagskrá hans. Fyrst að nefna að þingmenn geta borið upp dagskrártillögu til samþykktar þó það sé lítið notað. Síðan geta þingmenn í umræðunum ákveðið mál fitjað upp á öðrum málum og þá áttið fundastjórn forseta störf þingsins og annað sem málinu rættir óviðkomandi. Þá geta þeir skotið málum inn á milli dagskrárliða að ónefndum andsvörum. Það segir sig sjálft að við þetta veikist vald ríkisstjórnar og forseta mikið við dagskrá þingfunda og ég veit ekki til þess að nokkurt annað þing búi við ámóta frjálsræði. En ekki allt upp talið. Lítum á nefndirnar. Döring flokkar frjálsræði nefnda í 4 flokka, í fyrsta lagi að þær ræði frumvarpið óbreytt, í öðru lagi að breyttu frumvarpstekst ekki samþykktur af viðkomandi ráðherra, fjalla þingið frumvarpið óbreytt, í þriðja lagi geta nefndir gert breytingar sem birtir með frumtekstanum í nefndaráliti og borna saman við hann og í fjórða lagi að þær geti umbreytta vild. Alþingi í síðasta flokknum. Nefndir geta umbreytt svona nokkurn veginn að vild. Hér höfum við rætt stjórn á dagskrármála og komist að því að á 2 sviðum í umræðum í málstofunni og í nefndum hefur ríkisstjórnin veikt vald, en lítum nú á 3. þáttinn í dagskrárstjórninni sem spurningin hver getur takmarkað umræður áður en til lokaafgreiðslu kemur. Í því efni hefur meirihluti þingsins vald samkvæmt 71. grein þingskapalagana og því valdi neyddist Alþingi til að beita á síðastliðnu sumri. Ræðum þá nánar völd Alþingis. Því oft haldið fram að Alþingi sé valdalítið. Ríkisstjórnin keyri yfir allt og alla. Ekkert þó fjær lagi eins og hér hefur verið rakið. Oft talað vald minnihlutar sem vald þingsins og það talið fráleitlega lítið
og því þá eins haldið fram að meiri hlutan sitji hlýðnir fótgönguliðar. Við erum búin að ræða í fyrrnefnda en hið síðarnefnda líka rangt. Stjórnarfrumvörp eru send samstarfsflokkurum á Alþingi áður en þau eru lögð fram og á þeim vettvangi taka þau oft breytingum. Þá hitt tiltölulega algengt og var kannski óþægilega algengt hjá fráfarandi ríkisstjórn að stjórnarfrumvörp dægi uppi í þingflokkun samstarfsflokkana. Hvort slíkt gerist hjá núverandi ríkisstjórn veit ég ekki, en það að mestöll málaskrá þingsins var felld út í vor við þingslit gæti bent til þess að samstarfsflokkarnir hafi ekki verið á einni skoðun þau. Sitjandi ríkisstjórn ætlar sér virka hlutdeild í framþróun þjóðfélagsins. Hún ætlar að drepa úr dróma frumkvæði og dug þjóðarinnar og til þess að takast það þarf hún að hafa vald á dagskrármál í þinginu, vald á tíma þingsins. Þá þarf hún bæði að mæta samstarfi og velvilja eigin þingflokka sem þurfa að ganga í takt og megi ekki verða á sjálfhverfir og mæta velviljuðum minnihluta sem gæti verið erfiðara. Ekki annað en sjá en sömu minnihluta þingmenn mæti til leiks á þessu hausti með kreppta hnefana. Ríkisstjórnin þarf að komast fram hjá þessum hindrunum og ekki víst að svo leið sé greið. Þá skulum við tala lýðræðislegt öryggi. Næst vil ég nefna annað mál sem kallað hefur verið lýðræðislegt öryggi. Það næst fram með því að stjórn og minnihluti vinni saman að málum. Ef það gerist ætti ný ríkisstjórn ekki að fella úr gildi lög sem sett voru á valdatíma fyrrverandi ríkisstjórnar, heldur ætti framþróun þjóðfélagsins að ganga jafnt og þétt fyrir sig. Fyrirsjáanleiki, jöfn þróun og samfella einmitt það sem fólk og atvinnulíf þarf. Þær aðstöður sem við köllum lýðræðislegt öryggi getur þjóðþingi skapað og engin annar. Hvernig mælir maður velvilja minnihluta og hversu mikla ábyrgð hann tekur á þróun þjóðfélagsins, nú eða illan vilja. Nefna má málþóf, er það mikið eða lítið, en ég hef líka notið annan mælikvarða, sem er hlutfall sameiginlegra nefndarálita versus meirihluta álit. Sameiginlega nefndarálit eru jafnan í 70-80% frumvarpa, en mikill meirihluti allar frumvarpa eru nú sjálfsögð framfaramál. Sameiginlega nefndarálit, nema með þeirri undantekningu að 2 seinni árin hjá Jóhannustjórninni fór hlutfall þeirra niður undir 40%. Þær tölur segja mikið hörkuna í stjórnmálabaráttunni á þingi gagnvart þeirri ríkisstjórn. Nú sér ég aukna hörku í málstofunni og hún gæti borist til nefnda. Nefndir eru heilinn í starfi Alþingis meðan málstofan er talandinn. Greinendur tímaritsins The Economist telja að skautun og populismi muni rýra kaupmátt Vesturlandabúa töluvert á komandi árum, vilta hægri lofa skattalækkunum og auknum útgjöldum þótt það séu andstæður og ábyrg stjórnmál eiga undir högg að sækja. Þau eru ekki tísku og skautun, populismi og stríð í einhverju formi er núna viðfangsefni Alþingis. Það gæti sett svip sinn á átök meiri og minni hluta í þinginu. Alþingi er svo sannarlega ekki einangraður og verndaður vinnustaður. Það sem gerist erlendis kemur hingað, heldur er Alþingi miðjan í samfélaginu í margháttuðum skilningi og miðlæg tenging til útlanda. Ekki má ræða lýðræðislegt öryggi án þess að nefna málþófið á síðastliðnu sumri. Þá var ríkisstjórnin sem sumir kalla vinstri stjórn með réttu eða röngu að setja á ný gjöld sem almenningi líkaði vel. Vinstri stjórnin setja nýja skatta sem hægri stjórnin fella niður, það er nokkurs konar lögmál. Því barðist minnihlutin gegn, en hvernig datt nokkrum mann í hug að nota á annað 100 tíma af umræðutíma frumvarpa í málstofunni til að hindra lagasetningu sem var í takt við lögmálstjórnmáluna og leiddi jafnframt til minnka stuðningsminnihlutans í skoðanakönnunum. Hreyfanleiki í stjórnmálum felst í því að minnihlutin geti tekið við þegar stuðningu þjóðarinnar færist frá sitjandi ríkisstjórn. Þannig að lýðræðislegt hlutverk minnihlutans að leita eftir stuðningi almennings og ganga í takt við meirihlutan í þjóðfélaginu. Minnihluti á þingi sem gengur gegn vilja almennings hindrar þennan hreyfanleika og eykur stuðning við sitjandi ríkisstjórn. Lítum þá á danska þingið. Ég ætla að fara yfir úrræði minnihlutans í danska þinginu, bara hluta af þeim, því úrræði danska þingsins varðandi
varandi fundareglur, það er grífulega mörg ákvæði og þau eru, eins og hér eru komið fram, líklega fæst notuð, heldur er þetta bara rammi sem menn hlýta. Nú minnihlutin í danska þinginu sem upphaflega var með sama þingfyrirkomulag og við, en hefur þróað það lengra og mætt kröfu nútímans fagmennsku betur en við, reynir tæpast að spilla tíma þingsins. Á móti hefur hann ýmsa möguleika til að hafa áhrif sem minnihlutin á Alþingi hefur ekki. Ég ætla að nefna 7 atriði sem bregður frá starfsháttum Alþingis. Engir eða litli möguleikar eru á því að taka upp óskyldar tegundir mála, til dæmis fundastjórn forseta störf þingsins og fleira, í umræðum frumvörp. Andsvör eru mjög takmörkuð. 2. Ræðutímum frumvörp er verulega takmarkaður og miklu takmarkaður en hér. 3. Tímafresti milli umræðin eru verulega lengri en hér er. Þetta er mjög mikilvægt fyrir stjórnarandstöðuna. 4. 2/5 hluti þingmann. Þriðja umræða fer ekki fram fyrir 30 dögum eftir framlagningu frumvarps. Þetta er líka mjög mikilvægt atriði fyrir stjórnarandstöðuna. Málum er þá ekki alveg keyrð í gegn á nokkrum dögum. 5. atriði er að 2/5 hluti þingmanna, sem jafngildir 26 þingmennu hér, geta beðið 14 daga frest fyrir 3. umræðu frumvarpa. Slíkur hálfsmánaða frestur getur gefið góða möguleika á að rannsaka umdeild frumvörp betur. Þetta hefði verið gagnlegt á vorþinginu og gefið tækifæri til að vinna önnur frumvörp meðan auðlindagjaldið var rannsakað betur. Þetta er eiginlega ekkert notað í danska þinginu, heldur bara hluta þessum ramma sem er þarna. 6. Í þingsköpunum eru ákvæði hvaða breytingatillögur mega víkja langt frá efni frumvarps. Þessar reglur voru hertar á síðastlinu ári og eru tiltölulega strangar í Danmörku. Danska þingi verður þannig að ræða efni frumvarpsins sem lagt er fram, en getur ekki drepið málun á dreif með því að ræða lítið skyld málefni sem kemur fyrir hér. 3. þingmanna getur vísað nýjum lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það jafngildir 21 þingmenni hér. Þannig þyrfti 2/3 hluta þingmanna til að koma umdeildum málum í gegn eða 43 þingmenn, enda þótt einfaldur meiri hluti dugi í flestum málum. Munum að flest stjórnarfrumvörp eru framfara mál sem enginn setur sig á móti. Þetta gæti haft margháttuð áhrif. Hluti þingmanna minnihlutans gæti komið að ákvörðunum vegna erfiðra frumvarpa því ríkisstjórnin þyrfti aukin meiri hluta til að koma þeim í gegn án þess að þau færi þjóðaratkvæði. Þeir þingmenn minnihlutans yrðu ekki hinni sömu í öllum málum, þannig að sem flestir þingmenn gætu átt einhver áhrif á framþróun þjóðfélagsins. Staðan hefur verið svo að þingmenn geta verið fleiri en 1 kjörtímabil á þingi í minnihluta án þess að hafa nokkur áhrif yfirleitt. Þetta fyrirkomulag gæti þannig aukið ábyrgð minnihlutans. Þá tengist þessi málskotsréttur minnihluta við andstöðu kjósenda við óvinsæl stjórnarfrumvarp og getur því stutt við hreyfanleikann í stjórnmálunum. Minnihlutin myndi aldrei setja mál í þjóðaratkvæðagreiðslu nema líkurnar á að það fjalli væru miklar. Nokkur orð gæði lagasetningar. Á Alþingi árið 1867 var rætt gæði lagasetningar í tengslu við gerð stjórnarskrár fyrir Ísland og meðal annars fullist að þingið samþykkti oft breytingartillögur sem voru mótsagnarfullar og ólógískar. Það voru 2 umræður frumvörp og þingið satt í einni deild. Léleg vinnubrögð Alþingis hindruðu dönsku stjórnun í að veita Alþingi fullt löggjafarvald. Enginn andmælti því, enda tóku margir íslensku þingmennir undir það, enginn andmælti því að vinnubrögðin væru léleg, hins vegar buðu þingmennir að þingið starfaði algjörlega eftir sama módel og danska þingið og þá ættu gæði að vera tryggð. Þetta samþykkti danska stjórnin og Alþingi fekk fullt löggjafarvald. Því urðu umræðu 3, svo 3. var það öryggisvendli, síðasta yfirlestri og þingi fór í 2 deildir. Það kom mér á óvart við rannsóknum mínar á störfum Alþingis að ekki skyldi gripið til einhverja ráðstafana til að tryggja gæði lagasetningar þegar þingi fór í 1 deild 1991. Þá fækkaði umræðum úr 67 niður í 3 og í reynd niður í 2, komum betur að því.
Rannsókn mín fyrir árið 2007-2011 sýndi að settum heildarlögum var að jafnaði breytt tvisvar á fyrstu 5 árunum eftir setningu þeirra. Þannig var hluti smálaga frá Alþingi þau ár leiðréttingar vegna mistaka við lagasetningu. Í rannsóknum mínum á störfum danska þingsins og víða minni rannsóknum á norska og sænska þinginu hef ég ekki rekist á leiðréttingar á nýlega settum lögum. Málþóf og frjálsræði í störfum Alþingis rýrir vantarlega gæði flestra frumvarpa sem vegna tímaleysis verða að renna í gegn án þess að fá mikla athygli því athyglin fer á málþófið. Frumvörp verða yfirleitt að lögum á vorin sem hluti að samningum þinglok og jafnvel fyrir jólaleyfi og eru allt í einu drifin af og samþykkt. Þá getur tíminn, auðlind þingsins, verið upp urinn. Það sem verst við þetta er að helmingur laga færi reynd aðeins 2 umræður því 3. umræðan fer fram í beinu framhaldi af annari. Ekki aðeins brýtur það gegn formreglu stjórnarskrárákvæðisins 3 umræður, umræðurnar 3 þurfa að vera aðskildar, heldur gefst engin tími til að yfirfara máli betur og gaumgefa breytingatillögur sem samþykktar voru við aðra umræðu, eins og til stóð 1874. Eru þær lógískar, ganga þeir allar í takt eða eru þeir mótsagnafullar eins og var á þeim tíma? Eru þær gullhúðun eða blýhúðun eða á annan hátt óeðlilegar? Til að nýta 3. umræðuna sem Alþingi lofaði á sínum tímum að gera til að auka gæði lagasetningar þarf tíma. Síðan komum við að ólógískum breytingatillögum. Komum aftur að ólógískum breytingatillögum. Í danska þinginu þar sem vinnubrögður og agaðir en hér gilda eins og áður nefnd reglur innihald breytingatillagna. Þær mega meðal annars ekki gangi aðra átt en svo laust sem frumvarpi boðar. Þær mega ekki breyta öðrum lögum en frumvarpi segir fyrir Þær mega ekki breyta heiti eða markmiðum frumvarps og þær þurfa í ákveðnum tilvikum að koma fram við 1. umræðu til að þær fái örugglega 3 umræður eins og stjórnarskráin segir fyrir Í vor dæmdi Hæstiréttur Íslands hins vegar að breytingartillaga við búvörulögin frá vorinu 23 væri lögleg og bryti ekki í bága við efnisreglu stjórnarskrárákvæðisins 3 umræður. Þetta það versta sem gat komið fyrir Alþingi að mínum dómi. Í framhaldi af þessum dómi getur minnihlutinn á Alþingi stundað óábyrga breytingatillagna gerða vild, bæði í málstofunni og í nefndum og rökstutt út og suður ómálefnalega breytingatillögur við frumvörp ríkisstjórnarinnar. Og talað hluti sem koma frumvarpinu lítið við. Þannig staðfesti dómur Hæstaréttar frjálsræði í störfum Alþingis en gefur því jafnframt grænt ljós. Tillaga. Hér mælt með því að meirihlutin á Alþingi semji við minnihlutann breytingar á því hvernig sá síðarnefndi geti haft áhrif á mál. Það væri þeim tilgangi að meirihluti nái stjórn á dagskránni í málstofunni svipað og í nágrannaþingunum og að minnihlutin hafi betri verkfæri en málþóf til að sinna hlutverki sínu. Það verði gert í tilraunaskyni í þingsköpum en ekki stjórnarskrár í bili. Tillaga mín sú að fara yfir danska verkfærakassan fyrir aðstöðu meiri og minnihluta í þingi og velja eða hafna eða útfæra. Þessi tillaga gerði í ljósi þess að áður eða 1867 ákvað Alþingi að taka upp danska þingkerfið og það mætti endurtaka. Til þess að minnihlutin á Alþingi geti vísað mál í þjóðaratkvæðagreiðslu þarf í rauninni ekki stjórnarskrárbreytingu, heldur hitt að forseti Íslands lýsi því yfir að hann vísi nýju lögu til þjóðaratkvæðagreiðslu ef 3/4 þingmanna óskar þess. Það eðlileg byrjun á svona fyrirkomulagi. Yfirlýsing forseta Íslands gæti verið í gildi nokkur kjörtímabil eða þangað til málskotsréttur minnihlutan kæmist í stjórnarskrá en það myndi aðeins gerast ef reynslan yrði góð. Forseti dragi yfirlýsingu sína öðrum kosti tilbaka. Að lokum þetta munum að þótt minnihlutin eigi að hafa áhrif á lagasetningu í anda lýðræðislegs öryggis, þá hefur hann aldrei neitunarvald. Neitunarvaldið gagnvart lýðræðislega kjörnum meirihluta sem hefur fullt umboð þjóðarinnar til verka getur enginn haft nema þjóðin sjálf í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá hef ég lokið máli mínu.
Svona. Já, þá tekur til máls Halla Hrund Logadóttir og hún ætlar að segja okkur frá sjónarhóli nýs þingmanns. Gjörðu svo vel. Jæja, komið sæl. Nú hefst þið raunverulega málþóf. Heyrðin, ég var nú að tala um það við manni minn í gærkvöldi að ég var að koma hingað og fara yfir málin með ykkur. Og þá fórum við einmitt að tala um þetta orð, málþóf, af því að auðvitað var það eitt af svona því sem hefur gerst á þinginu sem kom upp í hugan. Og ég fór að segja hvað mér finnst orðið málþóf vera fallegt orð. Ef þið hugsið það, þú veist, að þæfa málið, að meiri segja svona leiðilega hluti eins og málþóf, þá þetta gullfallega orð til staðar. Og ég gekk svo langt í þessari lýsingu minni á fegur þessa orðs að hann spurði mig, getur verið Halla Hrund að þú muni leggja til næst að þitt uppáhaldsorð í íslenskunni, ljósmóðir, að næsta tillagan frá mér sé orðið málþóf. Ég er ekki alveg komin þangað, en ég ákvað svona í dag, mér langar eiginlega bara aðeins að svona tala frá hjartanu og kannski byrja á að segja, það er auðvitað algjör forréttindi að fá að vera þingmaður. Byrjum bara þar. Að fá að sinna þessu starfi og vanda sig í því sama hvort maður er í minnihluta eða meirihluta. Og því meira sem að tíminn líður, því þakklátari er ég að fá að vera í minnihluta. Og vitið af hverju? Að það er vegna þess að maður horfir öðruvís á valdið frá því sjónarhóli. Maður hefur það ekki, maður þarf að vinna öðruvísi og maður er kannski meira að hugsa hvernig innra gangverki virkar og hvernig maður getur beitt kröftum sínum sem best. Má ég sníkja vasklas? Væri það hægt? En það kannski svona tvennt sem kom upp í hugan varðandi það að koma eins og nýr þingmaður, tvennt sem að svona úr minni sögu sem hefur reynst mér vel. Takk fyrir. Ég er búin að vera að tala í allan dag í þinginu, þannig að ég er alveg hás. Það tvennt sem hefur nýst mér vel er annars vegar að ég hvíli vel í minni fyrri reynslu. Og ég myndi segja að það sé gott að koma inn í þingið, hafandi einhverja reynslu og þekkingu á einhverju sviði sem við getum hvílt í. Af því að það eru svo miklir hagsmunir. Ólíkir hagsmunarhópar í nefndum, ólík átök í stjórnmálunum. Að þú veist ekki eitthvað einhver mál, að þá er mjög auðvelt einhvern veginn að hrista þig til og fá þig til að mæla með einhverju sem þú ert ósammála. Og það er svona í grundvallaratriði. Það er gott að hvíla í þekkingu og ég er þakklát fyrir að hafa komið inn í þingið með bakgrunn í auðlindamálum, orkumálum og fleira. Og síðan er það kannski hitt, að ég er líka ótrúlega þakklát fyrir það að hafa komið svona bratt inn í stjórnmáli. Ég hef engan bakgrunn. Ég hef aldrei verið að vinna í einhverju unglegarhreyfingu eða ég hef aldrei flækst, mér er ekki illa við neitt í þinginu. Þú veist, ég bara á góð samskipti við ólíka þingmenn, eitt sem er fyrir fram mig, þú veist, úr fyrri aðstæðum. Og það eru mikil verðmæti þegar maður horfir á það að ætla reyna að hafa áhrif á mál, draga hluti saman, að einhvern veginn hafa byggt upp traust á einhverjum öðrum vettvangi. Og kannski er það mín pólitík. Það hafa allir einhverja kannski sýn á hvernig þeir koma inn í stjórnmálin. Fyrir mér er ég að reyna að hafa áhrif á málefni. Ég er málefnapólitíkus og ég er staðsett á miðjunni af því að ég held að til þess að ná fram árangri þá þurfum við miklu meira en áður að draga hluti saman. Og alveg eins og kom fram áðan í þessari pólariseringu. Vinkona mín var nú myrt í Bandaríkjunum daginn fyrir sína skoðanir. Það fer nú lítið fyrir þeirri umræðu núna þegar annar maður var myrtur og gerður einhvers konar dýrlingi sem hafði allt önnur sjónarmið. Og við sjáum það bara á samfélagsumræðunni að það orðið svo mikið læti og þessi læti eru svo tengd samfélagsmiðlunum. Ég var á Höfn í byrjun vikunar og ég var að hugsa það hvað ég saknaði símans, heimasímans og bara útvarpsins og línulegar dagskrár. Af því að ég raunverulega held að ef við værum aðeins meira þar,
þá værum við meira í þessari kaffibolla pólitík sem við þurfum meira á að halda og ég held aftur, ég held aftur við þurfum meira svona pólitík að horfa í augun okkur öðru, takast á við eldhúsborðið en einhvern veginn ekki vera að rífast einhvers staðar hérna á kvöldin við eitthvað lyklaborð. Það er algjörlega vonlaus rökræða. Þannig að fyrir mér er starfið á þingi, það gengur út á það að draga saman sjónarmið. Finna lausnir þannig að við getum haldið áfram með framfaramál. Það er mín sýn á starfsemi Alþingis. Og þá komum við að þessu sem að Haukur var að fjallum og við heyrðum hérna áðan, varðandi, hvernig er þá umgjörðin? Er hægt að stunda svona pólitík, hvernig er skipulag hlutana? Og ég ætla að nefna við ykkur 3 dæmi. 3 dæmi um eitthvað sem ég held eftir minn stutta feril á þinginu að megi gera betur. Nú stari ég djúpt í augu forseta þingsins. En fyrsta tengist einmitt nefndunum. Ég er í umhverfis- og samgöngunefnd. Ég varamaður í utanríkismálanefnd og svo er ég í Norðurlandaráði. En ef ég tek svona þetta hefðbundna nefndastarf, að þá er ég í einn af þessum nefndum sem að samstarf meirihluta og minnihluta gengur ljómandi vel. Það eru djúpar og góðar umræður, það er ekki mikil átök og bara flestir eru í mjög góðu skapi, svona alla jafna. En það sem hefur komið mér á óvart, af því að ég trúi á þessa samvinnu fram og tilbaka, er að þegar það kemur síðan, styttist í annan endana, þegar þú varst að tala um auðlindina tíman, að þá allt í einu dembist með mjög stuttum fyrirvara nefndarálit meirihluta og það á bara að afgreiða þáttu nefnd strax á eftir eða í fyrramálið. Og þá sér maður kannski, sem að maður hefur þekkingu á ólíkum málum, heyrðu, hérna væri hægt að gera betur. Muniði, við vorum að ræða þetta, það nú ekki mikið til að laga þetta atriði. Og stundum, það líður nú ekki svona hratt í minn, er það? Nei, allir skiptar eitthvað bara ekki í að mér. Málþófið er ekki eins og hafið, En já, að þá, er það í raun og veru þannig að þá er orðið svo mikil pressa. Það þarf að afgreiða eitthvað strax, ráðherra er orðin óþolinmóður, maður klára þetta og koma þessi atkvæðagreiðslu. Þannig að allt í einu fara mál inn í þingsal og í staðinn fyrir það hefur verið tekið aðeins lengri tími að kasta nefndar álitin á milli og ná fram samstöðu sem oft er mjög nálægt í. Að þá fer málið inn í þingsal án þess að minnihlutinn eða einhverju fulltrúar hans nái að koma í gegn einhverju lítilli breytingu og í staðinn fyrir að hægt sé bara að afgreiða málið hratt í þingsal að þá fer lengri tími í umræðunar inn í þingsalnum. Þá neyðist maður til að vera á móti einhverju sem hefði verið svo auðvelt að laga. Þannig að þetta er eitt af því sem að ég held að vera hægt að gera miklu betur til að auka skilvirknina. Nefndarálitin séu unnin, auðvitað þarf meira traust í það, séu unnin aðeins meira í díalóg. Þá komum við að þingsalnum og hvernig svona samræðan þróast þar. Þar er umræðan miklu betri ef að það er stjórnarandstaða. Og ég nánast velti fyrir mér að því þú ert að horfa á tillögur. Það nánast væri betra að það væri skylda að vera alltaf 5 á 5. Auðvitað er það þannig oft í byrjun umræðana, en þegar fáir stjórnarliðar taka þátt í umræðunum, sem að gerist ofta því að það er verið að reyna að passa upp á tíman, að þá breytist takturinn og einhvern veginn næst ekki sami árangur í málstofunni. Þannig að ég held aftur að það væri annað tækifæri fyrir okkur að gera betur til að auka skilvirknina og samtalið og hafa það árangursríkara í þingsal. Og það kannski tengist hinu sívinsala málþófi. Við getum nú ekki sleppt í að fara yfir það. Er ekki allir spenntir? Nú kemur aðal málið.
mál, sko, ég get verið sammála því og það mikilvægt að þingið og minnihlutin hafi tæki til þess að hafa áhrif, til þess að kalla það fram að það sé verið að ræða málin betur. Það mikilvægt. Og ég ætla að segja ykkur að stundum það þannig að tímafaktorinn dregur fram sjónarhorn sem að ég hef ekki hugsað út í. Og ég fer síðan og á samtal við sérfræðinga eða skoða málin betur og þá sé ég, heyrðu, ég nú bara dálítið sammála þessum þetta. Þannig að oft það gott að málin fái dálítinn tíma. Þannig að maður þarf alltaf að hugsa sko, skilvirknin má aldrei vera þannig að þetta sé einhver stimpilpúði. Því að alveg eins og í samtali að þá þroskast samtal að maður áða yfir eitthvað smá tíma. Maður næri ekki alltaf öllum skilningnum í fyrstu umferð. En ég get tekið undir það að málþóf má ekki vera út í hið óendanlega. Það ekki virðing fyrir því samtali sem á að eiga sér stað á Alþingi, óháð því hvort að fólk sammála eða ósammála þeirri vinnu eða lagafrumvarpi sem verið að reyna að afgreiða. Í frumvarpinu sem var verið að fjalla veiðigjöldin, að þá var ég í prinsippinu fylgjandi því að það yrði endurskoðun á veiðigjöldum. Veiðigjöld eru auðlindagjöld og þau eru mikilvæg. Við komum fram ólíkum sjónarmiðum sem tengdist þeim og að mínu mati þá má keyra á þau sjónarmið, taka umræðan í langan tíma en það má ekki vera þannig að það sé út í hið óendanlega. Hvort að það séu allir sammála þetta, ég get ekki fullyrt það, en það mín sýn sem nýs þingmanns að þetta sé ekki skynsamleg leið. Og þá kannski líka bara því að þetta eru svo ótrúlega mörg mál og eins leiðilegt og það hljómar að þá eru svo mörg innleiðingamál. Og það kannski annað, mér finnst innleiðingamál taka svakalega langan tíma, oft á kostnað annarra mála sömuleiðis. Ok, og þá kem ég að kannski loka punktinu og það sá punktur varðandi sko framfarir í samfélaginu okkar að við erum svo oft sammála og kannski væri sko einhvers konar nálgun það sem að væri hægt að fara hratt yfir þingmálin í byrjun vetrar og sjá svona hvar eru samstarfsfletir og forgangsraða málum eftir því einhvers konar nálgun. Ég veit að það allt önnur pólitík en mér finnst sorglegt og erfitt að sjá mál, ég get nefnt kannski bara 3 mál sem að ég hef verið að tala fyrir og ég veit að það samhljómur. Eitt af því eru jarðakaup erlendra aðila. Ég hef ekki hitt neitt sem að sammála því að selja auðlindir vatns og jarðhita og jarðefna með jörðum og okkur sé nákvæmlega sama hvernig sú framtíðarsýn lítur út eftir einhver ár. En samt erfitt fyrir þingmanni minnihluta að koma málinu bara á dagskrá þannig að það ná í gegn. Það þungt í vöfum. Annað mál vindorka, ekki allir sammála að það eigi að afmarka hana og það eigi ekki að teppaleggja landið með henni. Þetta nú verið að slíta í sundur samfélögum allt land út af ólíkum virkjanakostum í einkaeigu á þess að það hafi verið tekið umræða það. Og mér finnst þetta að vera annað dæmi, langt flestir sjá einhvern flöt á svona máli og það reyndar komið inn frumvarp núna sem að allan að mun lyfta þessari umræðu upp. Og ég var í dag að tala sko eldsneytisöryggi, bara ég ætla að vona ég sé ekki að svæfa ykkur hérna, en það dæmi mál núna á tímum aukins ófriðar í heiminum. Við erum eina ríkið í Evrópu sem með 0 daga birgðaskyldu þegar kemur að eldsneyti, sem samt knýr allt okkar samfélag. Finnst ykkur ekki að þetta verið hægt að koma þessu bara á dagskrá og afgreiða það? Þannig ég segi líka, það eru stór og mikilvæg mál. Ég geti haldið áfram með raforku, öryggi almennings og alls konar, sem ég held bara sé svo mikill samhljómur
Og ef við gætum nú einhvern veginn sem stjórn og stjórnarandstaða haft eitthvað pott og valið saman mál sem að allir sammælast að eigi að koma áfram, að það myndi líka auka skilvirkni þingsins og fjölda mála sömuleiðis. Já, nú mér farið að liggja svo mikið niður fyrir, sko. Ég held í raun og veru að þetta sé svona kannski grunnurinn því sem ég vildi draga fram. Við erum miklu meira sammála en ósammála og ég held að við eigum að nálgast umræðuna þaðan. Takk fyrir. Við þökkum frummælindi fyrir alveg frábær erindi og ólík öll en afskaplega áhugaverð. Tala nú ekki mig sem fyrrverandi þingmann og kannast við þetta allt saman. En bara þar fyrir utan þá eru nú hérna 2 fyrrverandi starfsfélaga mínir og við áttum afskaplega gott samstarf og vorum í stjórn og stjórnarandstöðu. Við áttum mjög gott samstarf alltaf. Þannig þetta er hægt, Hallarhundi, alveg það er engin vandi. Það er bara að gera það.